Þriðja liður á útsendri dagskrá skal tekið fram að ósk borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hefur fjórði liður verið tekin út af dagskrá. En við tökum þriðja lið til umræðu núna sem tillaga borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna götuþvott og til máls tekur borgarfulltrúi Ingvar Mar Jónsson. Hann að taka til máls í fyrsta skipti og boðinn velkominn til starfa á vettvang borgarstjórnar. Forseti og ágæta borgarstjórn, það gaman að vera með ykkur hér í dag í fyrsta skipti sem ég stíg hér upp í pontu. En ég ætla að tala fyrir þessari tillögu okkar varðar götuþvott og með leyfi forseta lesi hann upp: Framsókn og flugvallavinir leggja til að götur borgarinnar verið þrifnar nú með sama hætti og verið hefur undanfarin ár og því fallið frá samþykkt umhverfis- og skipulagssviðs þess efnis að þvo ekki húsagötur eftir veturinn. Og með þessu fylgir greinargerð með leyfi forseta sem í raun rökstuðningur fyrir tillögunni. Svohljóðandi: hætta á að fjöldi barna og fullorðinna sem eiga við ýmsa öndunarfærasjúkdóma að stríða, svo sem astma og lúnasjúkdóma, muni finna fyrir vaxandi óþægindum vegna aukinnar loftmengunar og svifryks yfir hættumörkum í miklum þurrki og vindi ef að götuþvottinu verður sleppt. Einnig má búast við því að þessir einstaklingar muni lenda í auknum lyfjakostnaði vegna þessa. Ljóst að 3,5 milljónir króna muni sparast með að sleppa við að þrífa húsagöturnar með vatni. Framsókn og flugvallavinir telja að til þess að ná að fjármagna þvottinn megi til dæmis fækka utanlandsferðum kjörinna fulltrúa og starfsmanna borgarinnar. Og að lokum hrein torg, fögur borg. Og ég vonast svo til þess að borgarfulltrúar taki vel í þessa tillögu, að öðrum kosti að það verði hér málefnalegar og uppbyggilegar umræður það. Takk fyrir. Ingvar Mar Jónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstu tökur til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa ágætu tillögu. Okkar aðeins svona til að byrja með að fara yfir verklag við hreinsun gatna og svona til að allir svona séu með það á hreinu hvernig þarna staða verki, af því að það gert á mjög kerfisbundinn hátt. Og það var byrjað núna í vor, ég ekki segja að það komið vor, á göngu- og hjólaleiðum milli hverfa og þeirri hreinsun mun vera nánast lokið. Og síðan næsta dagskrá hreinsun og göngu- og hjólaleiðum innan hverfa. En það þannig að vorhreinsun fer fram í öllum hverfum þegar svæðin koma endanlega og tryggilega undan snjó og oftast nokkuð skítug. Húsagötur, stoppbrautir, tengibrautir og safngötur og gönguleiðir eru sópaðar. Dreifibréf eru send út til íbúa og merkingar eru settar upp áður en húsagötur eru þrifnar. Íbúar eru beðnir að færa bíla sína af almennu svæðum í götunni til að auðvelda þrifin og það líka rétt að hafa í huga að það einungis þrifið á borgarlandi en það ekki farið yfir á lóðamörk einkalóða. Og núna í vor, vorið 2016, og þá var tekin upp svo nýbreytni að helstu stoppbrautir, göngu- og hjólaleiða voru teknar fyrst en svo kom reyndar hérna fram hjá mér áðan. Og svo var farið í þess að hverfaskiptu hreinsun. Áður var þetta gert meira hverfaskipt, að það var byrjað á einum hverfi, svo í næst og þá var alltaf eitt hverfi síðast sem kannski ekki nógu heppilegt, af því að þeir sem voru þá síðastir í röðinni voru mjög óhressir. Þannig að nú sem sagt stoppbrautakerfi tekið fyrst í öllum hverfum og síðan farið í þessa áfangaskiptu hreinsun í hverfunum. Nú, það rétt sem kom fram hjá Frumalanda að það tillaga, hagræðingartillaga sem snýst það að spara 3,5 milljónir króna með því að hætta við að þvo húsagötur en auðvitað verða þær samt sem áður sópaðar.
en það kostar hefur kostað 8,7 milljónir króna að þvo borgargöturnar og þessi sparnaður þá tekinn af þessari upphæð. Þannig að það fer þá upphæðinir í 5 milljónir í þvott. En ég tel reyndar að þessi full ástæða til þess að endurskoða þessi áætlun og það var reyndar gert, það var reyndar rætt það í umhverfis- og skipulagsráði að menn ráðið þyrfti að fara varlega í þessa sparnaðar aðgerð. Get ekki stillt mig það samt sem áður að minna á það að mjög stór orsakavaldur í svifryksmengun borgarinnar bílaumferðin og versta tegund svifryks það svifryks sem að nagladekkin spæna upp úr götum borgarinnar. Það hefur raunar verið reiknað að skaðinn sem að negldir hjólbarðar valda og slitlagi gatnanna nemur 150 milljónum króna á ári og það þá tekið úr sjóðum allra borgarbúa, líka þeirra sem að kjósa að keyra aldrei á nagladekkjum og líka þeirra sem að kjósa kannski allt aðra ferðamáta heldur en að keyra á bíl. Þannig að það má segja að þar sé á óréttlátan hátt kostnaður lagður á allar herðar meðan það ætti nú fyrst og fremst tel ég eingöngu að bera þann kostnað þeir sem að valda þeim skaða. En auðvitað dálítið erfitt að reikna nákvæmlega hvað það sem að nagladekkin valda og hvað ekki, en þetta það sem að umferðarverkfræðingar borgarinnar hafa reiknað út. Og svo það líka staðreynd að eftir því sem að umferð meiri og hraðari, því meira þyrlast upp af ríki. Þannig að ein leið til þess að minnka svifryksmengun í borginni, af því að heilsu borgarbúa stafar hætta af því, að hætta af henni, og það kemur fyrir að svifryksmengun í borgin það mikil að börnum og astmaveiku fólki ráðlagt að halda sig heima fyrir. Meðan ef að menn ætla nú alveg laukréttir og rökréttir í sínum áætlunum, þá ættu nú frekar bílaeigendur að vera heima en ekki þeir sem að ekki sjúklingar. Það eru bílarnir sem að valda svifryksmenguninni að talsverðu leyti, svona 50%, en astmasjúklingar og börn eiga engan þátt í þeirri mengun. Þannig að það svona dálítið skrítið hvernig við höfum tekið á þessum málum, en ég ætla ekki að orðlengja þetta. Ég tel að þetta sé tillaga sem að við þurfum að skoða og ég legg til að henni verði vísað til umhverfis- og skipulagssviðs sem að taki hana þá til alvarlegrar athugunar. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvætt sem ljós. Jú, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson tekur næstu til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tókum ekki þátt í því að setja þessa ágætu tillögu fram. Við höfum reyndar hugsað okkur að fá að taka umræðu á þessum fundi hreinsun gatna í borginni, en það að Framsóknarflokkurinn lagði fram tillögu gekk auðvitað lengra og þá var auðvitað eðlilegt að við drægjum tilbaka okkar áformum það að ræða þessi mál. Við hins vegar treystum okkur ekki til þess að vera með á þessu vegna þess að það þarna reyndar niðurlagið mjög flott og alveg í anda Sjálfstæðisflokksins og reyndar eitt af gömlum kosningaslagorðum Sjálfstæðisflokksins, hrein borg fögur torg, kannustu vel við það. En það þarna orðalag í tillögunni sem að við feldum okkur ekki alveg við og við höfum svo sem ekki rætta við Framsóknarflugvallavinni, styðjum að sjálfsögðu það að gatnahreinsun verði sinnt vel og sinnt betur. En það nefnilega vandamáli í þessari tillögu, það talað að gera eins og gert hefur verið. Þetta hefur bara ekki verið gert nógu vel á undanförnum árum. Og ef að það væri möguleiki að breyta því orðalagi, að í staðinn fyrir að eins og gert hefur verið, bara að gera betur
Og ef þessari tillögu verður svo vísað eitthvað til meðferðar þá auðvitað gefst okkur svo tækifæri á þeim vettvangi til þess að ræða það enn frekar. En þetta er svona okkar afstæða til þess að það sé ekki gott í þessari tillögu að vísa til þess að gera þetta eins og gert hefur verið á undanförnum árum vegna þess að þetta hefur ekki verið gert nógu vel. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og þá er Ingvar Már Jónsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka kærlega fyrir mjög málefnalegar umræður og ég vil bara segja það að ég er maður sátta og ég vil taka undir með borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni og mér líst ágætlega það að þessari tillögu verði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs og sviðsins. Og ég tek einnig undir með borgarfulltrúa Halldóri Þór Halldórssoni að við í Framsókn og flugvallavinum erum opin fyrir því að breyta orðalagi tillögunnar og vonast til þess að við getum gert það hér þessum fundi. Takk fyrir. Ingvar Már Jónsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, ég ætlaði að, ég var ekki búinn að lesa alveg nógu vel, ég verði að viðurkenna það, eða hlusta nógu vel eftir greinargerðina, því að það er eitt sem ég gerir nú smá athugasemd við í greinargerðinu og það er að vísa til þess að það megi spara pening með því að fækka utanlandsferðum og að því mér finnst þetta smá lýðskrumslegt ef ég sjálfins verð. Ég sé að Jóna Sætran er hér borgarfulltrúi og við fórum í ágætis og raunar frábæra ferð til að kenna okkur loftslagsmál í París og ég held að þeim peningum hafi verið ágætlega varið, allavega veit ég að við tvö erum alveg uppfull af áhuga því að Reykjavík standi sig vel og sem allra best í loftslagsmálum. Þannig að ég get ekki á mig setið að gera athugasemd við það í greinargerðina. Tillagan finnst mér hins vegar fín og svona tillaga sjálfstæðismanna sem að Halldór Halldórsson borgarfulltrúi nefndi að það þyrfti að gera hlutina betur en verið hefur. Auðvitað viljum við alltaf gera hlutina betur og betur og betur og betur. En mér fannst svona örla á einhvers konar að þar kemur við aftur inn í einhver svona reiptog minnihluti meirihluti og einhver svona þannig orðræða. En þetta er nú bara svona lausleg hugleiðing út frá orðalagi til lokið. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Það er ekki fleiri sem geta komist inn í þessi andsvör en borgarfulltrúi Ingvar Jónsson getur svarað andsvari sem hann mun gera núna. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, nú reynir á þessu mikið fólk sátt að við erum í Framsókn og flugvallavinum og ég held að við getum teygt okkur ansi langt og ég er ennþá bjartsýnn með það að við náum sameiginlegri niðurstöðu hvað varðar orðanlag og ég veit til þess að borgarfulltrúi Jóna Björk Sætran hafi mjög gott af því að fara í þessa ferð með Hjálmari, með borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni. En ég vil nú halda því til haga að ég tel engu að síður að það sé hægt að spara í ferðum borgarfulltrúa og annarra borgarstarfsmanna og þar má alveg klárlega forgangsraða. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ingvar Már Jónsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá er andsvarum lokið og umræðum og málsmeðferð tillaga borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar að tillögunni verði vísað til umhverfis- og skipulagssviðs til frekari vinnslu er borin upp til atkvæða. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fjórði liður var tekin út eins og áður hefur komið fram og við förum í 5. lið.